Já, velkomin á Frelsi TV. Ég ætla aðeins að fjalla þessa eilífðar óra lánamál heimilana. Ég hef náttúrulega verið svolítið involveraður í það frá því ég var í stjórn hagsmunasamtaka heimilana. Þekki þau mál þess vegna svolítið vel. Og þetta orðin svo mikill heila vellingur og svo mikil vitleysa að fólk ég veit ekki hvort það sé einhverja heilasellur eftir í almenningi á Íslandi. Það bara vaðið hægri vinstri fram og tilbaka og svo einu sinni enn yfir fólk. Þegar að sparifjáreigendur fenguð 300-400 milljarða bara quiz-bang út úr ávísuna eftir ríkissjóð sem allir Íslendingar þurfa að borga af, þá var ekkert verið að segja já, ef ekki láta skattaafslátt og lífeyrisafslætti þannig að þið getið safnað þessu upp aftur eða það var ekkert svoleiðis. Nei, það var bara rippaður út peningur úr ríkissjóði og almenningur situr uppi ekki bara með sína skuldir heldur þær skuldir til viðbótar. Þá var ekki talað peningaprentun eða neitt. Og ef að þú ert að trúa því sem að stjórnvöld að segja þá hlýtur annarkvort að vera illa heilatvegin eða með mjög lága greindavísitölu. Því miður, þá verð ég bara að segja það við þér hreint út að það ekki í lagi með þig. Og þeir eru semst að tala þessir kumpánar að tala að fólk að nýta lífeyrissparnaðinn sinn í að greiða niður húsnæðislán sem er allt í lagi, það er allt í lagi hugmynd, en ef það á að vera eina lausnin þá er það bara algjört rugl. Það getur verið ein af lausnunum og en þetta er náttúrulega bara alltaf þegar fólk að biðja að sé eitthvað gert fyrir þá því alltaf snúið við og rekið einn rýtingur enn í bakið á þeim. Það er bara aftur og aftur komið þannig fram við fólk. Og ég skil svo sem alveg að fólk sé orðið rosalega þreytt en þess vegna er svo mikilvægt að fara að skoða þessa leiðir sem ég hef verið að minnast á með að til dæmis að endurnýja kosningakerfið, að það sé ekki leynilega kosningar lengur heldur að allir geri grein fyrir sínu atkvæði. Sjáu að þessir kumpánar eru að tala þetta að því að viðbóta lífeyrissparnaðurinn er varin sérstaklega í lögum þannig að kröfuhafar get ekki gengið í lífeyrissparnað fólks. Þannig að þetta er svona eina örugga skjóli sem almenningur hefur fyrir einhverja peninga til framtíðarinnar. Og þess að sjá að það aftur og aftur verið að skriðtækla séreignarlífeyrissparnaðinn. Og ég myndi frekar segja að það sé skynsamlegra að hætta að borga í almennu lífeyrissjóðina. Þeim peningum hvað sem öllum stólið. Þannig ég tel miklu skynsamlegra að hætta að borga í almennu lífeyrissjóðina en halda viðbóta lífeyrissparnaðinum. Það er miklu betri leið í raun. Og að því að þið áttu ykkur á því að þið fáið ekki krónu úr lífeyrissjóðunum. Það var hvað var það þegar Ásmundur hætti í ASÍ ríkis háskóla hringekjunni sinni, þá baðst hann afsökunar. Ég virði það nú við hann baðst afsökunar, sagði ég bist afsökunar því að lífeyrissjóðunir sem ég er búin að vera að reka alla mína ævi, að þeir skila ekki krónu til þeirra sem hafa borgað allt sitt líf 12% af laununum inn í þessa sjóði. Já, hann bara sagði þetta. Það fá allir peninga bara frá ríkinu. Lífeyrissjóðin ekkert að hjálpa til. Þetta er bara þessi peningar tapast allir í hafi og eru reknir af mafíunni náttúrulega. Þið áttu ykkur á því að lífeyrissjóðakerfið á Íslandi er mafía, skipulög glæpasamtök og mafía. Og svo er alltaf verið að strá salt í sárin. Er formaður hagsmunasamtaka heimilana, vinur minn Vilhjálmur Bjarnason, og við þekkjumst meira að segja frá því vorum guttar að austan. Þetta er alveg undvegismadur og ég er mjög ánægður hans í formaður hana.
og hérna sko það ekki nóg með elitumafían sé að taka fólk í görnina, heldur að vera að strá salt í sárin líka með alls konar viðbjóði og ósmaklega heitum. Og hérna já, endilega ef þið ekki í hagsmunasamtökum heimilina þá bara drífið ykkur að skrá ykkur í þau og borga félagsgjöldin. Ég meira að borga félagsgjöldin ennþá þangað, og hérna það er eitthvað 2800 kall á árið eitthvað slíkt. Það er peningur sem er vel varið. Sleppið því frekar að vera í verkalýðsfélagi vinnu gegn þér, ekki með þér. Þannig ég myndi frekar, það er félagafrelsi, ég myndi frekar sleppa því að vera í verkalýðsfélagi og ganga í hagsmunasamtökum heimilina til dæmis. En svo er annað, það er alltaf verið að tala um þessa peninga fram og tilbaka. Ég man eftir sögu í miðju góðærinu þegar allt var ekki 2007, það var ekki svona 2007 saga. Það voru eldri hjón sem að bjuggu við Laugaveginn í Reykjavík, og það var einhverjir verktakar sem ásöluðust húsi til þess að rífa það og byggja eitthvað stórhýsi á lóðinni þeirra. Og fyrst komu þeir og buðu á, heyrðu, hérna, við viljum kaupa af ykkur húsið og hérna, bjóðum ykkur 30 milljónir í húsið. Og eldri hjónin svona, nei, það er nú allt dótið okkar hérna og minningarnar allt, við erum ekkert að selja húsi núna. Svo komu þessi kumpanar 3 mánuðum seinna, þeir heyrðu, hérna, það er markaðurinn hérna alveg brjálað, það er allt, við verðum bara að fá húsið ykkar og lóðin ykkar. Hérna 70 milljónir á borðið og hérna í peningum, og eldri hún nei, ekki til í það. Og svo koma þeir aftur 2 mánuðum seinna, heyrðu, nú er bara allt, við erum þetta hús og þessi lóð er á besta stað, 140 milljónir á borðið, og hérna og hjónin, nei, ekki alveg til í þetta. Og en svo ringja 2 vikur seinna ringja, þetta er alltaf bara eða svona staðfæra sögur, en síðan ringja það eftir 2 vikur og í verktakana eða þessa gauðra sem vildu kaupa banksterana eða hverja þetta voru sem vildu kaupa lóðina, sagði, já, heyrðu, kannski við viljum bara selja ykkur húsið. Og þá var gengið það að selja húsið, og svo spurði bankstyrinn eða verktaka byggingaðilinn, spurði, byrju, akkur skiptuðum skoðun, akkur ákveða að selja húsið? Og gamlega sagði bara, já, við höfum bara ekkert efnaði að búa í svona dýru húsi, við höfum ekkert efnaði að búa í 120 miljón króna húsi. Þannig að ég velti fyrir mig líka að hérna þetta lið hérna sem að sportar á BMW 7 bílum sem að hérna fer í einkaflugi eða á fyrsta farrými út allan heim, allur matur og vínón í þetta lið er ókeypis. Þetta er dekstraðasta fólk á Íslandi, eða svona mjög dekstrað fólk. Þannig ég fer að velta fyrir mér hvort að við Íslendingar höfum bara nokkuð efna á því að hafa þetta fólk í vinnu hjá okkur. Fyrsta lagi er það ekki að gera neitt fyrir okkur, það vinnu gegn okkur en ekki með almenningi. Þannig ég er alveg að velta fyrir mér hvort að við höfum nokkuð efna á því að hafa þetta fólk í vinnu. Við þurfum bara að segja þessu fólki upp og það bara að finna sér einhver aðra vinnu. Og við getum það bara með þjóðaratkvæðagreiðslum ákveðið allt. Og eins og ég hef sagt áður, við þurfum að skrifa það bara lögin sjálfbar, þannig að allir skilja lögin. Og þá getum við bara skrifað einu sinni, þetta er svo umferðalögin, það er ekkert engar, á Alþingi er engar svona rimmur það, já, við verðum að breyta umferðalögunum, sko, þetta gengur ekki að hafa umferðalögin svona, það er bara enginn að tala um það. Það segir mig það bara, þessi lög eru mjög vel skrifuð, þau funkar og er ekkert vesen með. Og við tökum þá bara smá tíma, svona, skrifum þessa lagabálka bara, fáum almenning, ég skal bjóða mig fram í það, fáum skúringakonur sem eru alltaf frægt dæmi og hérna fáum húsasmiði og fólk sem kann að vinna og við bara skrifum lög sem allir skilja og það þarf ekki að breyta þeim í 50 ára eða eitthvað, þau bara duga og þá getum við bara losa okkur við þetta lið hérna, getum við bara spara peninga og byrja að borga upp slóðan eftir þetta lið.
skuldaslóða sem liggur eftir fjórflokka glæpamafíuna. En þakka ykkur fyrir og velkomin tilbaka aftur. Takk, bless.